Komið sæl. Í hefti 1 rúmfræði þá byrjum við aðeins að fjalla flatarmál á svæðum sem eru sett saman úr fleiri en einu formi. Við ætlum að gera það aftur hér og kannski flækja formin örlítið frá því úr fyrra hefti. Samt ekki of mikið. En við getum byrjað að spyrja hvað þetta eiginlega hérna á myndinni? Þetta rétthyrningur? Nei, klárlega ekki. Þetta hringur? Heldur ekki. Og í raun eru við ekki með neitt sérstakt orð yfir þetta. Það er kannski hægt að kalla þetta einhvers konar pilluform eða eitthvað slíkt. En í rétta er að þetta er mynd sem er sett saman úr nokkru mismunandi formum. Það er að segja við draugum þessi strik sem ég var að bæta inn á myndina. Þá sést að þetta er sett saman úr annars vegar rétthyrningi, hérna í miðjunni, og hins vegar hálfum hring sikkur á megin við rétthyrningin, sem að saman mynda þá einn heilan hring. Og ef við fáum einhverja fleti sem eru svona, hvað við segja, skringilega í laginu og erum beðin að finna flatarmál þeirra, þá þurfum við ofta að skipta myndin einmitt upp í smærri einingar til þess að fikra okkur áfram í áttir eftir svari. Og nú ætti að vera auðvelt að reikna annað flatarmál eða ummál myndarinnar eftir í hvort er beðið Þannig að hvort sem það er ummál eða flatarmál sem við höfum að finna, þá tökum við hvern hlut fyrir sig og leggjum síðan saman í lokin til að enda með loka svar. Og prófum að taka eitt svona dæmi. Finnið ummálið á þessari mynd. Og auðvitað er það ekki hægt strax nema að taka upp reglustíku eða fá tölurnar gefnar sem ég geri hér. En þá ef að geta klára dæmið og ef við byrjum á að skoða hvernig myndin er sett saman, þá er hún eins og áðan, þessi rétthyrningur í miðjunni og sikkur megin er hálfhringur og hálfhringur sem að saman mynda einn hring. Þannig að þessi 2 hálfhringir eru þá með ummál upp á 18,84 cm. Þetta er ekki nýtt fyrir okkur hvernig við finnum ummál hrings. Það er þessi gamla regla hér að ummálið er þvermál sinnum π. Og þvermálið á þessum hring hérna er einmitt 6. Og ef við myndum skella honum saman þá sjáum við að þetta er einn heill hringur hérna. Þess vegna er ég bara að finna ummál á einum hring. En nú er ég komin með þessar 2 hliðar hérna, þessar skrautlegu hlið hér og hérna. Það er 18,84. Nú svo held ég áfram og nú þarf ég að passa mig að ég ætla ekki að reikna ummál alls kassans eða rétthyrningsins. Heldur er ég bara að taka þessar hliðar hér uppi og niðri. Þetta er ekki hluti af ummáli myndarinnar, þannig að það skiptir ekki máli. Þannig að strikin sikkur megin við þessa hálfhringi sem ég var að finna áðan, þau eru 15 og 15 eða 30 alls. Þannig að ummál myndarinnar, þess að ég var að hlaupa og myndi byrja hér, og myndi hlaupa allan hringin, og hlaupi hérna 15, síðan hérna 9 kom eitthvað, svo hérna 15 í viðbót, það er komin 30, og svo hinn 9 hér. Þetta er næst ummálið og það er þá allt í allt 48,84 cm. Og nú erum við náttúrulega ekki með fercentimetra því við erum ekki að finna flatarmál. Heldur er ummál bara vegalengd sem við mælum og þar að lenda það í centimetrum eða metrum eða millimetrum eða eitthvað slíkt. En höldum áfram, hvað er þá þetta eiginlega? Og enn og aftur erum við kannski ekki með eitthvað eitt sérstakt heiti yfir þetta. En hins vegar getum við skipt þessu upp í smærri einingar. Annars vegar þá 3 svona litla ferninga. Og svo eins og þið sáuð birtast hérna og hverfa á skjánum, þá er svæði hérna efst í horninu hægra megin hluti af hring, þessi 1/4 hring. En það væri líka hægt að skipta myndin upp í 3 hluta, það er að segja rétthyrning og svo 1 ferning og 1/4 hring. En hvora leiðina sem við förum þá ættum við núna að ráða við að finna flatarmál eða ummál myndarinnar. Og prófum það. Að sjálfsögðu þurfum við einhverju tölur til að byrja með, en nú er beðið að finna flatarmál þessara myndar. Nú við byrjum á að skipta upp í smærri einingar og hér ákveði ég að skipta upp í 3 ferninga og 1/4 hring, það er að segja þetta svæði hérna. Þetta er 1/4 hring og þegar hringurinn lítur allur svona út og ég bara með 1/4 á honum.
Ef að allt þetta hér er 8, þá er helmingurinn af þessu hérna 4 og nú erum við komið ferning sem er þá 4 sinnum 4 og getum reiknað flatarmál á honum og þeir eru 3 þannig og það eina sem okkur vantar núna er þá þetta svæði hér sem eins og kemur fram hérna í textanum er 1/4 úr hring. Og hvernig finnum maður 1/4 úr hring? Maður byrjar bara að finna flatarmál á heilum hring. Já, hérna ég glemdi þessu, við komum með alla þessar 3 ferningar samtals, þeir eru 48. Ég ætla að taka það í lokin, en það er komið hér. Við erum með þetta svæði sem er 1/4 úr hring, við ætlum að taka það næst. En þetta er semst flatarmál á heilum hring. En ég vil ekkert finna flatarmál á heilum hring. Þetta er heil hringurinn, ég ætla bara að vera með þetta svæði hér. Þannig að þá þarf ég að deila með 4 og sé þá að þetta svæði sem ég ætla að finna er 12,56 fercentimetrar. Og núna get ég sagt til flatarmál allra myndarinnar, þessi 3 ferningar hér, það var komið, þeir eru 48 og síðan þetta svæði hérna sem er 12,56 og þegar ég legg þetta saman þá er heildarflatarmálið 60,56 fercentimetrar. Og núna er ég að finna flatarmálin, ekki ummál eins og síðustu mynd og þess vegna er ég komin með flatarmálseininguna fercentimetrar. Fer. Að lokum, hér eru við með svæði sem er ekki endilega sett saman úr 2 mismunandi formum, heldur erum við að reyna að finna flatarmál á svæði sem er milli 2 hringja. Það er hægt að gera þannig að við þurfum að reyna að gera þetta í einhverjum skrefum af því að við erum ekki með formúlu beint fyrir svona svæði milli hringja. En það sem við gerum er að við reiknum bara fyrst eins og þetta sé einn stór lokaður rauður hringur og reiknum flatarmál þessa stóra hrings með formúlunni radíus öðruveldi sem er pi sem þýðir að ég er núna með flatarmál upp á 78,5 fercentimetra. Nú eins og myndin var áðan að þá ætla ég að reyna að finna flatarmálið með að taka í burtu þetta svæði hér inn í miðjunni. Ef maður tekur eitthvað í burtu, hvaða reikniaðgerð notar maður fyrir það? Það sjálfsögðu mínus, það er frádrátt. Þannig að næsta sem ég gerir er að finna flatarmál á þessum hring hérna og draga hann frá því sem ég er komin með og þegar það er búið, þá sit ég eftir með þetta svæði hér sem ég er að leita að. Þannig að hvíti hringurinn í miðjunni, hann er þá 3 í öðruveldi sem er pi, það er 28,26 og flatarmálið á rauðasvæðinu sem maður spurt er þá einfallega myndin í heild sinni eins og hún var þegar ég reiknaði með að hvíta svæðið miðjunni var líka rautt. Dref frá þennan litla hring sem ég klippi út og sit þá eftir með svæði hér sem er þá 50,24 fercentimetrar. En nú er því að vera klári að reikna dæmin sem er í heftinu. Þetta byggir sem sagt þessi kafli fyrst og fremst á því að vera með smærri form, skipta myndunum upp, nota síðan annarkvort samlagningu eða frádrátt eftir í hvað hentar hverju sinni og þannig púsla saman heildar myndinni og fá það sem beðið En takk fyrir í bili og gangi ykkur vel.